tilefni til þess að fagna bara ýmsu þessu og ýmsu öðru hér, ekki? Jú. Þannig það er þeir sem ekki að koma hérna, eða langt síðan koma hérna, mamma og pabbi byrjuðu ræktun og ruttaland hérna 1971, þannig að skógurinn og þetta svæði í landi og afa sem byrjaði 1941 er 55 ára. Ótrúleg elja, mörg handtök og mikið verk. En við ætlum að veita þessu athygli í dag, en ég veit að pabbi ætlar ekki að stæra svo einu sem ég verð að segja ykkur frá. Þessi ljós hérna, sem þið sjáið hérna í kring. Ljósin sjálf eru úr búð, en staurana hannaði hann og lét smíða. Vá. Já, það er Stebbi smiður. Hann smíðar fyrir hann allt eftir hans teikningu og hans hugmyndum. Og svo var það þannig í vor þegar hann segir ykkur sjálfur frá tunnunni hérna eftir að hann langaði að fá fleiri staura. Það eru staurar hérna með stígnum hérna niðrdir, en svo langaði hann að setja staura hérna líka. Svo hann pantaði 13 hjá Stebba og hann fekk mann til þess að grafa holur fyrir sig. Hann treysti sér ekki alveg í það í vor. En þessi maður, hann er ennþá að býta símtali frá honum og pabbi er búinn að grafa allar holunar. Og það er allt hérna 70 cm niður eða niður á fast. Það var einu sinni sem ég kom inn að honum, hann var að bisa sleitt stein í þurfti að hjálpa honum með járnkallinn og við höfum gaman að ná honum upp hann hérna og var. Svo náði hann í tonna sand, fyllti allar holunar, þjappar með vatni, gera allt svo ótrúlega vel. Og svo þurfti að tengja allt. Þið sjáu að smá rútt hérna í mosanum, hann er bara nýbúinn að tengja allt. Og ég kom að hann einn daginn, þá lá hann á maganum hérna að tengja. Maður fekk smá vægt heilablóðfall í fyrra sko. Þetta er ótrúlegt. Ótrúlega duglegur. Hann kemur þá bara að gera eina holu á dag og hann bara skammtar sér tíma eftir aldri. Og er skynsamur það, ég hrósa honum fyrir það. Það er ég. Svo situr hann heima og hugsar. Hvernig ætlaði að leysa úr þessu og hinu. Og mamma kvartar undan því að hann horfið þangað þegar hún er að tala við hann þarna. Af því þá var hann að hugsa eitthvað. En allavega, nú ætlum við að snúa okkur á tunnunni og yfir til þín. Kæra ættingjar og vinir, verður öll hjartanlega velkomin í þetta partí sem við ætlum að halda hér vegna Beigistunnunar. Á eftir munum við Jón sameiginlega klippa á þennan borða. Ég vil byrja á því að þakka Sonju fyrir að vera viðburðarstjóri hér og allt það sem hún er búin að gera til að undirbúa þetta allt saman. Það er alveg stórkostlegt og meira heldur en sést á yfirborðinu. Og við þökkum henni eigum ekki gefið henni bara gott klapp. Það er hún sko. Þá að Beigistunni. Þannig er að Beigirinn Guðmundur Pálsson á Ísafirði sem er forsfaðir okkar Jóns og ykkar allra flestra. Það fæddur 1850 og dó 1937 og hann var sérstaklega mikill á Ísafirði. Allir þekkt hann og hann var þekktur Ísfirðingur í alla staði. Og það kemur upp á eftir, það verður lesin upp þetta sem er hérna skráð, gerir þá Þórunn fyrir okkur eftir og það er skráð allt hann eða mikið hann hvernig hann var og hérna. En síðan kemur þessari tunnu. Ég hafði lengi langað til þess að eignast Beigistunnu til þess að hafa hérna í skóginum og hafa hérna tilvitnun í gamla Beigirinn. Og það var nú aldrei úr því ég keypti tunnuna, svo þegar ég var áttræður þá komu stelpurnar með þessa tunnu til mín í afmælið sem var haldinn veitingastað, allar skreyttar með náttúrulega blómakrönsum af því rósinkransættin er alltaf líka til staðar og virkilega flott og ég sögum nú hálfgerða kvelju fyrst þegar ég byrjaði með þetta og hugsa hvernig á ég eiginlega útfæra þessa tunnu svo vel sé og það sé eftir þessu tekið og Beigirinn fái dálitla athygli. Og svo hugsaði ég bara, þetta var nú í mars í fyrra og svona upp úr áramótunum í ár þá datt mér þetta í hug. Að
kallinn var hálfgerð menningarviti á Ísafirði. Og þá datt mér að hvað geti gert vita nokkuð svona útfærð minna aðferðavitum, og þá kom þessi ljós, og þessi ljósstaur sjá hann hærri en hinnir af því að ég hannaði þetta og smíðaði þetta sjálfur og fekk bara að steppa til þess að saga þetta sundur, að þá ákvað ég að hafa þennan aðeins hærri því að það væri menningaviti og svo væri svona vitar við hliðina á honum. Svo sett ég þessar styttur hérna, björgunarsvittir, því að hann var brandmajor á Ísafirði og þar af leiðandi var hann björgunaraðili í bænum að bjarga eins og kemur fram á eftir í upplestur þessu. Nú, svo til þess að setja hérna borða og hafa þetta svona formlegt. Þetta held ég 7. formlega vígsluathöfnin sem við höfum hérna í skóginum og það var með Guttormslundur, var nú einn af þeim merkilegustu sem við héldum vígsluathöfnum með bökuðum vöfflum og fínri út í lundi sem tilheyrir Guttormi, sem var alveg sérstaklega mikill og vitur hundur og hann gerði allt sem maður sagði honum, hvort sem að vera dauður eða eitthvað annað, en hann var samt óánægður með að vera dauður. Það var lengi að taka ákvörðun um það. En til þess að hafa hann að borða hérna á milli þá setti ég sleggju þarna og járnkall þarna megin. Og ykkur finnst það kannski ekkert skrítið, eða ekkert sérstakt, en kallinn var hálfgerður járnkall og sleggja. Þó var ekki sleggjan en fósturráðarins, þá var hann hálfgerður járnkall og sleggja og menningarviti. Og þess vegna er nú þetta allt saman komið hingað. Nú vil ég biðja Jón bróður minn að koma og hjálpa mér. Snorri, vilt þú hérna? Því að við Jón erum elstu afkomendur beykisins. Við Jón erum tvíburar, við þá sem veit það ekki. Hann er bara aðeins eldri en ég. Jómi, þú átt að klippa. Nei, þú klippir. Þú klippir. Ég held. Og nú mig klappa. Nú ætti ég að biðja hana Þórunni að koma hérna og lesa það sem stendur hér á. Það var með útröddin. Guðmundur Pálsson Beykir. Guðmundur Pálsson Beykir var einn þeirra manna sem settu svip á uppbyggingu og mannlíf Ísafjarðar á síðari hluta 19. aldar og fram á þá 20. Hann var iðnaðarmaður á mennt og lærði beykissið í Kaupmannahöfn upp úr 1870 eins og margir íslenskir handverksmenn gerðu á þeim tíma til að afla sér þekkingar og menntunar. Að námi loknu settist Guðmundur að á Ísafirði þar sem hann starfaði sem beykir árabil. Þar smíðaði hann tunnur og önnur ílát sem voru ómissandi í atvinnulífi bæjarins, ekki síst fyrir sjávarútveg og verslun sem þá var í örum vexti. Guðmundur og fjölskylda hans bjuggu í húsinu á Mánagötu 2 sem jafnan var kallað Beykishúsið. Þar var bæði heimili hans og vinnustaður og húsið var með tímanum vel þekkt í bænum. Guðmundur var maður nýjunga og framsýni. Sagt er að hann hafi verið fyrsti íbúi Ísafjarðar sem lét setja vassalæfni í heimili sitt, sem þótti mikil nútíma nýjung á þeim tíma. Bæjarbúar tóku þessa nýjung með bæði undrun og húmor og áttu að hafa sagt í hálfkæringi: nú er beykirinn orðinn svo snobbaður að hann er farinn að skíta í postulínsskál. Einnig er honum eignað að hafa lagt fyrsta símasamband á Íslandi milli Ísafjarðar og Hnífsdals, sem sýnir áhuga hans á nýrri tækni og framförum á tímum þegar slíkt var óþekkt á Íslandi. Guðmundur gegndi einnig starfi brandmajors á Ísafirði, mikilvægu ábyrgðarhlutverki í bæ þar sem timburhús stóðu þétt og eldhætta var alltaf fyrir hendi. En Guðmundur var ekki aðeins duglegur iðnaðarmaður og embættismaður. Hann hafði einnig lífsgleði og kímnigáfu og tók þátt í áhuga leikhúsi bæjarins, þar sem bæjarbúar komu saman til að skemmta sér og öðrum. Sögur segja að Guðmundur hafi haft gaman af saklausri glettni. Ein saga sem lifað hefur meðal afkomenda hans segir frá sérstöku staupi sem hann átti.
Það gat snúið á báða vegu. Annar endinn var með þykku gleri þannig að staupið leit út fyrir að vera fullt þó lítið væri í því. Þegar gestum var boðið í staup fengu þeir því aðeins lítinn sopa við mikla kátínu viðstaddra. Guðmundur Pálsson lifði langa ævi og lést árið 1937, 87 ára að aldri. Hans var minnst sem dugnaðarmanns, frumkvöðuls og gleðimanns sem tók virkan þátt í lífi bæjar síns. Minnisvarðinn sem hér stendur reistur til heiðurs minningu hans, beykisins, frumkvöðulsins og gleðimannsins sem átti sinn þátt í sögu Ísafjarðar. Og fyrir einhverja sem að langt síðan er komið eða aldrei komið, kannski einn, þá eru fullt af svona orðagríni. Hann vill ekki kalla það listaverk, það er grín í skóginum og það eru svona örugglega 50, 60 eða 70, ég man ekki alveg. Og pabbi fer stundum með hring með fólk og við vorum með svona fyrir 2 árum þegar mamma var með sýningu, vorum við með daglega ferðir og hópa og það tók rúma klukkutíma og stundum rúmlega það þegar pabbi er í stuði sko. En hann segist vera hættur, þið getur skoðað eða viljið og svo erum við með kaffi og njótum þess að vera saman þessu fallega degi eftir rigninga í júlí og bara frábær mæting, frábær stundvísi og bara yndislegt og takk fyrir og gjörið svo. Þú átt að klippa. Það er þú klippir. Þú klippir. Ég held. Og nú með ég klippa. Nú ætla ég að biðja hana Þórunni að koma hérna og lesa það sem stendur hér á.